Þóra Sigurðardóttir, sýningin Járn, hör, kol og kalk í Listasafni Íslands. Já, efniviðurinn sem þú ert að takast á við, ekki satt, grunnurinn að heitinu allavega. Hvað getur þú sagt mér verkin á sýningunni? Já, það rétt. Ég í aðalatriðum að fást við efni og rými. Og þessi heiti, þessi efni sem eru þarna tilgreind, eru þau efni sem ég nota á hörstrigann. Og þetta eiginlega af þrennum toga, en þó alltaf sama toga. Það eru þessar þrívíðverk, eða skúlptúr, og síðan prentverk, grafík, ætingar og verk á striga. Hörstriga? Hörstriga, já. Og í þessum verkum þá leikur striginn hlutverk, hann sýnilegur. Ég að vinna með einfaldar línur og vefurinn í hörnum tekur þátt í þessum línulegu verkum. Og málið svolítið út frá plani eða út frá rými, getum við sagt, að þau hafa í rauninni bæði grafíkin og verkin á hörstrigan, þau eiga rætur sínar í rýminu. Hugsið þannig, sem sagt, frá þessu rými sem við stöndum í, það í rauninni svona ákveðin ferningur sem við tökum upp sem manneskjur. Og ég hef, síðan ég fór inn í skúlptúr og rými á námsárunum í Danmörku, þá hef ég verið að vinna mig frá fletinum og upp misþykkt og mismikið, en ég horfi á grafíkina út frá þessu, þar að segja þau eru lag og lag, þetta svona nanorými í grafíkverkunum, þar sem ég nota plötuna aftur og aftur, sem ég svo vinn áfram í skúlptúrnum, þar sem grunnurinn að skúlptúrnum eru grindur sem eru 60 x 60, sem aftur vísun í þetta pláss í kringum okkur, líkamlega rými sem við tökum upp. Og ég held ég muni kalla hann innrétting. Því að í þessum verkum ég öllum að vinna út frá svona mínu hversdagslega rými. Eiginlega bara húsinu eða íbúðinu eða planinu sem ég hreyfist innan. Af því við höfum alltaf eitthvað plan. Við tökum ekki endilega eftir því, sko, það alltaf eitthvað plan sem við hreyfum okkur eftir. Og í íbúðinni planið skipað niður í rými, herbyggi, og það svona ákveðin rútína sem við förum inn og út úr herbyggjum og út úr íbúðinni og út í annað stærra plan sem borgin eða bærinn eða hvað það en það alltaf þetta plan og það finnst mér alveg óheyranlega áhugavert. En Þóra, það tekur á móti okkur stórt vídeó þegar við göngum inn í salinn í Listasafni Íslands. Já. Sem nú svona hálfgerður súmering, það þvísjað inn í ákveðna veröld sem Já, sem tilheyrir skúlptúrnum og þessi sem ég var að tala sko, þetta intíma heimilisrými sem við erum öll með einhverjum hætti í. Og skúlptúrinn, hann inniber ýmiss konar hluti, bæði fundna og mótaða, keramík og postulín, en líka við og pappír og matarúrgang og alls konar, ávaxtahýði og af því að þessi daglega rútína okkar með mat og
að næra okkur og fá orku, þetta orkuflæði og orkuskipti alls konar sem eiga sér stað inn á heimilinu og sem sagt að vinna mat úr einhverju sem að þú sækir í jarðveginn eða í dýr og við þekkjum það öll hér allir sem eru af hirðingjum komnir eins og við þekkja sauðkindina eða geitina sem orkugjafa og það náttúrulega sko, maður má náttúrulega nú orðið ekki nefna menningu, en matur menning og að nýta það sem að tilfellur og skepnuna alla ef henni slátrað að sýna henni þá virðingu að fleygi ekki bara innmatinum. Þetta eiginlega svo, það svo mikil fagurfræði í þessari matargerð og þessari hefð að ég hef áður unnið með vídeó í þessu samhengi matargerðar og þetta svona í þeirri seríu, þeirri röð vídeó svona þetta allra nánasta orkuöflun. Sko ég byrjaði á þessum verkum sem voru lóð og lárétt fljótlega eftir ég kom frá Danmörku skúlptúrnum og þá hugsaði ég sko hörstrigan og línurnar meira eins og objekt. Ég vildi ekki málverkið, það var alveg, málverkið var dautt, nei. Ekki fyrir þig? Mér langaði ekki þangað. Ég hafði verið í málardeild og það var ekki allavega þarna í Danmörku, það var verið að danska ljóðræna abstraktsjónin var mjög svona ríkjandi þar og það átti enga við þannig að ég var mjög fegin þegar ég fór í skúlptúrinn og þá fór ég að horfa á efni við málverksins með öðrum hætti. Þarna þessi blindra með trégrind sem getur verið svo sem hvað sem einhvers konar grind og hörin strekktur upp og því skildi ekki vera hægt bara að nota blýant og kol á þennan striga og fixera það og presentera þetta meira eins og objekt. Og það er svona grunnurinn af því sem er á þessari sýningu og þessi vinna var svona kannski, hún var svona latent, hún var svona, ég var alltaf í bak við eyrað og mér langaði að taka þetta upp og vinna þetta lengra en svo sko er náttúrulega bara lífið sko sem gerir allt mögulegt þannig að maður þarf að geyma stundum, maður þarf að geyma með sér byrju já og svo fyrir hvað það var 2016 og þá tók ég þá ákvörðun að hætta að kenna og nota orkuna í vinnustofunni og þá jafnframt í því sem við vorum búin að endurbyggja úr rústum á Vesturlandi að Nýp og það hús, sú vinna, öll rýmisvinna með steinsteypta strúktúra var svona líka partur af þessu að þróa þessa hugsun í myndlist af því að húsið er náttúrulega, arkitektúrin er auðvitað myndlist og hefur alltaf verið þó það hafi ekki alltaf verið horft á það þannig. En þetta er svo áhugavert þetta sem þú talar sem er kannski aðeins breiðar en bara stóllinn sem þú situr á, þessi 60x60 flötur sem við tökum upp í veröldinni. Hefurðu hugsað þetta lengi, hvað manneskjan tekur sér mikið pláss? Já, alveg frá því að ég byrjaði að hugsa skúlptúr í Danmörku. Ég hafði náttúrulega svo frábæran leiðbeinanda sem spurði
bara krefjandi spurninga og þá byrjaði, það var svona eiginlega fyrsta rýmisverki sem ég gerði, ég kalkaði 60x60 flöt og svo afmarkaði ég hann með pínlitlum skúlptúrum sem allir voru eins, bara til þess að afmarka þetta rými. Þetta hefði verið með drjúgt umhugsunarefni, getur maður sagt. Síðan, já.